Já og aftur já. Við erum stödd í Árvogi, eins og alltaf eiginlega. Kemur þá ekki gestur að vestan frá Bolungarvík, sem heitir hvorki meira né minna en Finnbogi Bernódusson. Og þegar ég spurði þennan gamla vin minn, hérna við eldhúsborðið, hvaðan þetta nafn væri komið, þá sagði hann fram ljóðlínur. Vertu velkomin, Finnbogi, og leið mér að heyra þessar ljóðlínur sem eru hafðar eftir að nafninu til eftir Bernódusi. Þetta eru Bernódusar rímum, en ég kann nú ekki nema 2 hendingar og þær eru svona. Þetta er einhvers staðar innan á miðju kvæði. Veður fram á völlin þar, víga dreir og gildur maður. Útskýrðu? Já, þetta er, ég þekki söguna nú ekki til þess að geta sagt hann alveg reiðbrennandi, en svona, þetta voru gamalt í minningunni, og þetta mun vera úr rímum, einhverju kapparímum, sem heita Bernódusarrímur reyndar, og þetta var eitthvað kappaval, fallinn foringi og þurfti að finna nýjan, og þeir sá sem að átt að vinna sér það til ágætis hvað hann gæti dregið stóra eik, byggt stóra eik niður með eigin afli. Og þetta er sem sagt lýsingin á því þegar hann kemur út úr röðum hermannana til að spreita sig á eikinni, og hann mun hafa sem sagt byggt hana í jörð, sem sagt krónuna í jörð. Ég kann þess að sögu nú ekki lengri, en ég reyndar oft leita svona eftir því að finna þessar rímur, en það var enginn getað hjálpað mér við það. Það hafði nú verið hlé á þessari leit og hún ekki framkvæmdin einnig kunnáttu, þannig að ég hef aldrei fundið þessar rímur. Þetta er til einhvers staðar í góðum bókum, ég veit bara ekki hvar ég á að leita. En myndi gjarnan vilja finna þetta og geta kynnt mér hana hvað ég skal svolítið betur. Og sögun alltaf. Var þetta algengna fyrir vestan? Ég veit ekki neitt sem hefur borið þetta nafn nema þennan langafa minn, og svo þó nokkuð margir sem að skýrðu eftir honum, menn sem hefðu verið ungir við sjóróðra með honum sem formann í Bolungarvík, og hann féll nú frá af slysförum eitthvað 45 ára gamall, eitthvað svoleiðis. Hann var að bjarga bát í lendingu í Bolungarvík og hann var undir bátnum og lést af því eftir mikil harðkvæli og nokkra sjúkdómslegu, sem var eitthvað vika, og hann var harmdauði þessara manna eða þessum mönnum, og þeir skýrðu margir eftir honum, og þetta Bernódusar nafni virðist mér vera komið alfarið þaðan. Það eru nokkur eintök, eða voru til nokkur eintök af því, þeim eru sennilega farið að fækka. Sannarsagna þegar ég kynntist þér eiginlega óvart miðanótt í útlöndum. Það var alltaf áliðið dags. Áliðið dags. Þá hvarflaði mér þetta væri gamalt biblíunafn, Bernódus, en ég var aldrei viss. En nú er ég búin að fá skýringuna, og því vísa ég bara á alla þá sem er að hlusta á þetta spjall okkar, þetta stutta spjall, skyndispjall, að ef þið vitið eitthvað Bernódus, að láta mig þá vita, eða Finnboga Bernódusson á Bolungarvík, eða í Bolungarvík, hvort er það? Í Bolungarvík. Í Bolungarvík, í víkinni. Já. En þá ætla ég, því ég nefndi að við hefum hist einu sinni hittast allir. Segð okkur frá því, hvað þú varst að gera áður en við hittumst, og hvar?
það er nú svo sem ekki mjög merkileg saga, en ég hafði tekið að mér að vera svona, sjá viðgerð á gömlum togara, svona Atlantic 333 sem að var svona ákveðin sería sem Rússar höfðu látið byggja fyrir sig í Stralsund og voru eitthvað 300 talsins eða meira í þessari seríu. Nú þegar að Sovjetríkin liðurist í sundur þá fóru þessar fiskveiðiheimildir og fiskveiðiflotinn náttúrulega tvist og bast og leystist upp í verkefnaleysi og vestur landabúar, bæði Norðmenn og sérstaklega Íslendingar sem að voru þá að reyna fyrir sér á flæmska hattinum og vantaði skip og þarna var hægt að fá nóg af skipum fyrir ekki mikinn pening svona í startið, en það var nú hins vegar til þess að koma til þess horfs sem myndi duga í þessar veiðar, þá þurfti að breyta þess og vélvæða þetta alveg upp á nýtt og svona. En ég sem sagt var þarna út í Ríga og var að hjálpa til við upptekt af einum svona togara. Innskot Ríga er höfuðborg Lettlands. Jú, og þetta skip var einmitt þar og í Mangali sem er svona útnári úr Ríga og er þarna við Daugavafljótið og er svona skipasmíða eða skipaviðgerðarstöð og við vorum þar. Og ég bjó nú upp í gamla bænum og það tók varlega síðasta strætisvagnin svona 10-leytið frá Mangali og upp í Ríga borg eða upp í gömlu borgina. Og þá var nú oft búið að loka öllum svona matsölustöðum og svoleiðis, þannig að ég var eitthvað seint á ferð og ákvað að skreppa út í búð því þær voru opnar allan sólarhringinn og þegar ég er búin að kaupa þarna það litla sem ég treysti mig til þess að elda og svona, það var nú að vera þannig að það væri bæði fljótlegt og staðgott. Og þegar ég er að koma þarna tilbaka þá gengi fyrir Húshorn og þar er svona útiveitingastæður. Þar sitja 2 þreklegir menn og ég heyri það strax að þetta er íslenska. Og það er bara ekki heyrt í marga mánuði þarna í Rígaborg. Svo ég svona stóka aðeins og segi, sælir strákar mínir. Og þeir hrökkva báðir við og stoppa sér tal og segja, hver er þú? Ert þú Íslendingur? Þá er þú að koma hingað og gera grein fyrir þér. Og ég eignaðist þarna á þessari stundu mjög góða félaga og sem að, ég átti margt gott saman við að sælda og þeir kenndu mér og leiðbindu mér margt í Ríga og ég naut þeirra vináttu í hvívetna þessar vikur og mánuðir sem ég átti eftir og var alltaf gaman að hitta þessa kalla. Og hvaða höfðingjar voru þetta og hvað voru þeir að gera í Ríga? Þannig er þetta að segja það nákvæmlega, en Gísli Reynisson var annar. Þetta hafi verið svona ræðismaður, ambassador, ekki kannski ambassador, ég kann nú ekki að fara alveg í þennan virðingastiga, en ræðismaður var hann allavega. Og sáum ýmiss konar fasteigna viðskipti og fleira fyrir eitthvað fyrirtæki sem ég þekkti náttúrulega ekki, en hann var mjög mikið í þessum fasteigna bransa. Já, doktor frá Harvard. Já, má vera. Já. Og svo var ekki síst Guðmundur Vilhelm Emilsson, tónlistarstjóri með meiru sem ég kann ekki að nefna, doktor í öllu músík sem að músík lítur og það var hreint ekki ónýtt að kynnast honum. Já, ég verð nú að viðurkenna það að ég er maðurinn sem hér ræðir, en ég ætla nú að setja eina spurningu fyrir það að lokum. Þú ert landsþekktur maður og ég þarf ekkert að vera að kynna þig, Finnbogi Bernódusson, það vita allir hver hann er. Ég ætla að spyrja þig, hefur þú einhvern tímann beðið einhvern að kaupa 50 harmónikur?
Nei, kannski ekki alveg 50, en nokkrar, en það kom fljótt til tals eftir okkar fyrstu kynni að ég hafði fengið fyrirspurn það frá Bolungarvík, frá tónlistarskóla Bolungarvíkur, hvort ekki að vera hægt að útvega ódýr hljóðfæri frá Lettlandi. Það er mikið tónlistarlífi í Lettlandi og mun svona meira að burðum heldur en vestur á fjörðum. Nú, ég hef mynd færið þetta í tal við þennan ágæta músikant og hann var fljótur að koma mér í kynni við annan sem var hljóðfærasmiður og þessir ágætu menn. Og hét Ívars. Ívar Skalinjeks. Já. Og þessir ágætu menn tóku mér eins og bara ég væri fóstursonur þeirra og þeir völdu fyrir mig alls konar hljóðfæri og hjálpuðu mér að koma því til Íslands. Var þeim smyglað til Íslands? Já, þeim var nú ekki smyglað vegna þess að við vorum heldur snembúnir þarna á þessum togara þegar vorum að fara heim og það var ekki búið að græja þetta alveg þegar ég fór. Eitthvað tók ég nú með mér. En Guðmundur útvegaði mér far fyrir þetta með öðrum bát sem var þarna í viðgerð. En ég hafði keypt 3 kvartel. Það eru svona, þetta voru spánýjar eikartunnur, svona 50 lítra tunnur sem eru notaðar til víngerðar. Og meira þess að bændur sem bruguðu bjór, þeir komu með þessi kvartel á barina og það var bara dælt eða látið renna af þessu. Nú ég var svo skotin í þessum tunnum, ég tók þarna þessar 3 tunnur og fekk þá til að koma þessu í togaran í leiðinni. En þegar að koma tollinum, þá voru það þessar tunnur sem mest fór í taugarnar á tollarum. Og það fylgdu þeim koparkranarflottir og eitthvað fleira dót svona. Og þetta var nú ekki mjög hættulegt að sjá. En þeir tortryggðu þetta óskaplega. Og það endaði með því að ég var að segja þeim að þeir sæju nú alla þennan haug af hljóðfærum sem að mér voru útvögu þarna. Og mér hefði alltaf þótt gaman að harmoniku spili. Ég myndi gjarnan að bolvískir unglingar hefðu tök á því að læra á harmoniku og ég hefði viljað fá svona stemmingu sem myndi á síldarárin og þessi kvartel hefur verið keypt af því þetta voru svo litli krakkarnir að þeir getur setið á tunnunum svona eins og kallarnir sátu á plönunum á síldartunnunum. Nú þá var þetta ekkert mál að fá þetta í gegnum tollinn og það þurfti nú ekki meiri útskýringar við en þetta. En það þessar tunnur búin að standa tómarum og stundum undir rassinum á litlum krökkum með að spila á harmoniku. Og þar kom maður að þeim notum sem að til var ætlast. Mikið ánægilegt að þetta smygl tókst svona vel og hefur aukið við tónlistarlíf í Bolungarvík. Já, ég ætla að vona það. Var þetta gjöf frá þér? Já, þetta var gjöf frá mér. Eða vélsmiður Mjölnir eiginlega, já, og mér prívat og persónulega líka. Og hvað er Mjölnir við lifi? Mjölnir er vélsmiða sem ég stofnaði í kringu 1970. Eða formlega stofnaði það nú, 74, en ég var búinn að vinna, ekki svona beint undir þessu nafni, nema svona eiginlega til hliðar. En af því að það var aldrei búið að þinglýsa nafninu í sjálfu sér en ég kallaði þetta Mjölnir strax 1970 þegar ég byrjaði að vinna upp á eigin spýtur þá nýútskrifaður vélsmiður. Og fyrir unga fólki, hver var Mjölnir? Já, Mjölnir er náttúrulega Hamar Þórs mesta áhald sögunar, minnst að kosti framundir öldum allavega. Og þetta er náttúrulega sá frægasti Hamar sem að getur og það var nú svo þannig að ég lærði mitt í vélsmiðu sem hét Vélsmiða Þór og þá passaði vel að Hamar Þórs kæmist í hendurnar á einhverjum sem hefðu
verið í Þór og unnað hag sínu vel og lært ýmislegt nýtlegt sem ekki stóð á að kenna. Loka spurning. Þegar þú ætti að fara. Hefur komið til Ríga aftur og auka spurning, er það svo saga sönn að þú hafir siglt viðgerða bátnum heim einn? Nei, hún nú ekki sann. Ég var nú bara einn á skipshöfninni og það kom nú eiginlega mest til út af því að ég var búinn að vera svo lengi í Ríga á þess að því maður mátti ekki vera með 3 mánuði ef ég man rétt út af passanum og ég held ég hef verið búinn að vera þarna í einhverja 6 mánuði og ég hefði sennilega verið settur í steinin og ekkert komist úr landi ef ég hefði þurft að tékka mig út. Þannig að það var langt auðveldast að sigla bara með dallinum, þetta hafði nóg að gera þessa 8 daga sem við vorum að sigla frá Ríga til Reykjavíkur og það var svo mjög gaman. Það var nú í síðasta skipti sem ég sigldi yfir Atlantshafið og var búinn að gera það áður. Já, það var svolítið gaman að því og ég mætti að köllun og þótti það mjög skrítið að ég vildi standa vaktir með þeim í stýrishúsinu svona, eða í brúnni svona annars lagið. Af hverju vildur það? Já, það var nú fyrst og fremst bara vegna þess. Ég hefði gaman af siglingum og gaman af að sjá hvernig þeir svona voru að navigera þessu. Þetta var nú mjög fróðlegt reyndar. Þetta var svo lagskipt að það voru stýrimennir gátu ekki yfir stúrmanninn, yfir stýrimaðurinn. Hann sagði út stefnurnar og þá var maður sem var í korta. Sagði þú stúrmanni? Já, þeir kölluðu það stúrmann. Er það stáermann? Stúrmann kölluðu þeir það. Það var stúrmann. Það heitir stáermann á því, sko? Já, það getur verið, sko. Ég annars veit ekki, en ég veit að Vagnerísk ópera hefst á þessu orði eiginlega. Hollendingurinn fljúgandi. Var gott í sjóinn. Hjá okkur á leiðinni. Við fengum nú balvaða brælaskip bæði á Östursjónum, Eystrasaltinu og svo þegar við komum út á Norðursjóinn og það var nú heldur fyrir að skána þegar við fórum að koma norðvestu fyrir Færeyjar. Þá var nú heldur fyrir að skána. Þetta var nú svo sem ekkert ofveður. Þegar ég kom siglandi heim á Gullfossi 10 ára frá Edinborg, þá leið mér eins og landnámsmanni þegar ég sá í hvítan jökul við sjólarönd. Hvað sástu fyrst þegar þú komst að landi? Við sáum nú fyrst bara, við komum það vestalega, við sáum nú bara Reykjanes og kannski hefur það verið Esjan eða nei, hérna, það var nú eiginlega bara, hvað er ekki, Eldey, jú. Já, með súlubíðuna. Já, það var nú eiginlega fyrsta landsýni svona sko, það máttu bara sjá þetta í radar og svoleiðis, en það var svona dumbungur yfir og ég held að það hefði bara verið Eldey sem við sáum fyrst. Og hvoru megin siglduðu við Eldey? Nær eða fjær? Ég held að það farið vestan til við hana. Þeir voru nú svona svolítið varkárir í þessari siglingu, enginn af þessum mönnum hafði komið neitt nálægt. Það var nú reyndar einn Íslendingur þarna með okkur annar en ég held að hafa ekki treyst honum sérstaklega þó hann hafi nú verið með skipstjóraréttindi eða svona. Það var hann fullur kannski? Nei, hann var ekki fullur, en það var nú ekki liðið þarna um borð að annarkvæmt voru menn að vinna eða þeir voru fullir og þá voru þeir ekki um borð. Minnstu hvað það mín, ég réð ykkur, ég hef ekkert með það að gera. Að menn vera fullir, ég hef aldrei getað liðið það að eru með fulla menn í vinnu. Það þóttist ég vita. En þú hefur samsagt þá komið til landsins sem eiginlega varaskipstjóri. Nei, ég var meira farþegi bara svona, ég var ekki að skipta með neitt af stefnum eða einu slíku. Ég hef náttúrulega frekar tilheyrt í vélarrúminu og svona undir þiljum, frekar heldur en að vera svona upp í brú með eitthvað og ég hef nokkrum sinnum siglt og verið í brúnni með
sem háseti á milli landa og höfin hérna norðanverð sérstaklega. Ég var lengi, eða var svolítið á litlu tankskipi sem hét Þyrill. Ég hef siglt með þyrli. Já, og síðan var að skýra dagstjarnan og við vorum að sækja síld til Jan Mayen og út á Rauðatorg og víðar og síldum margar hringferðir í kringum Ísland með olíu, lýsi, síld og fleira. Manstu nokkuð hver var skipstjóri? Já, Sigurður Þorsteinsson var skipstjóri. Ekki Sigurður Markússon? Nei, Sigurður Þorsteinsson sem átti Hvítá og þarna fyrir. Nei, en svo var ég árið áður, þá var ég þarna 2 mánaða skeið, þá var hann Þyrill og leigður í þessar til tilrauna sem skip til að taka síld út á miðunum úr skipunum, sko. Þyrill hlýtur að hafa verið keyptur af Sigurði Markússyni. Ég veit það ekki, ég heldur að hafa keypt þetta sko af ríkisútgerðinni, skipaútgerð ríkisins. Ég held að Sigurður Markússon hafa komið til seinna. Þekktur hann? Nei, ég bara man eftir þessu nafni. En ég kynntist Sigurði Markússoni ekki til þess að vera klár á því alltaf. Ég held að hann hafi eignast hana gjarnan eftir að Einar Guðmundsson og Ólafur Guðmundsson átt hana. Loksins stendur sjóndeildar hringurinn kyrr. Loksins set ég Finnboga Bernódusson á gat og þar með lýkur þessu tali. Takk fyrir. Eftirmáli. Hvað hét nú þessi togari sem Finnbogi Bernódusson gerðu upp í höfninni eða skipasmíðastöð í Ríga? Hvað hét sá togari á sínum tíma og hvað heitir hann í dag og hvar er hann? Já, þessi togari hét Milgravis eftir landsvæðinu sem hann lá í þarna við Dágáa og síðan fekk hann nafni Freyr, virkiði. En ég veit ekkert hans afdrif. Ég held að hans hljóta að vera komin í brotajárn því að eftir að ég hætti að hafa afskipt af þessar útgerð sem ég dró mig út úr fljótlega að þá hef ég bara ekki fylgst með því og ég veit ekki afdrif hans á nokkurn handamáta. Ég gæti best að hann hafi lent í brotajárni bara. Ó, blessuð sé minning hans. Já, það var á svo sem margar minningar mjög merkilegar frá þessum tíma og sumt af þessum minningum ganga nú út á það, bæði hvernig hægt að plata menn í viðskiptum í raun og veru stundum og svona hvað svona græðgin getur leitt á, hvert græðgin getur leitt á. Það svolítið svoleiðis sem að færi lengur út í þá sögu eða þá sálma en ég vil nú ekki fara það.